Ég ákvað að skrá mig í matvælafræði af því að ég hafði verið að vinna í eldhúsum í nokkur ár og hafði mjög gaman af því, en ég hef líka alltaf haft mikinn áhuga á vísindum og matvælafræðin er einmitt góð blanda af mat og vísindum. Ég vissi í rauninni ekkert við hverju ég átti að búast þegar ég byrjaði í námi í matvælafræði, en ég hef lært mjög margt skemmtilegt og sumt sem ég vissi ekki einu sinni að væri hægt að læra, eins og til dæmis skinnmat, þar sem við lærum að nota skinnfærin okkar og tölfræðilega greiningu til að meta matvæli. Mér fannst mjög gaman að vera nemandi í matvælafræði, en ég byrjaði í bachelornáminu mínu fyrir 5 árum og ég er núna byrjaður í doktorsnámi, þannig að ég hef allavega ekki fundið mér neitt skemmtilegra. Það eru mjög mörg atvinnutækifæri eftir nám í matvælafræði. Eftir BS-gráðu í matvælafræði getur fólk titlað sig matvælafræðing og matvælafræðingar vinna ekki bara í matvælaiðnaðinum, heldur einnig í snyrtivörugeiranum og lyfjavöruiðnaðinum. Sjálfur hef ég unnið í rannsóknum og þróun hjá fyrirtæki sem ræktar örþörunga og sem gæðastjóri og í vöruþróun hjá sælgætisgerð, svo þetta er mjög fjölbreytt starf.